Ég held að sé svona þetta gott að kynna sér hlutina vel á árum að byrja á svona stóru verkefni. Fá fagmann til þess að koma og taka út húsið. Og það náttúrulega alltaf einhver róf fyrir sér hlutir. Svona eins og vatn og skólp og rafmagn þannig. Og gera svona frekar á fyrir að segja meira en minna. En það yfirleitt alltaf meira. Því að hús náttúrulega bara ekki hús. Sumir eru búin að endurnýja mikið og meðan aðrir eru búin að endurnýja lítið. Þetta snýst náttúrulega líka held ég margar svona framkvæmdir að vera svona fókuseraður og skipulagður. Ekki byrja á öllum hlutum í forgang. Hvað þú ætlar að laga það og taka það í réttri röð. Hvað til dæmis nauðsynlegt að fara í? Einhvers staðar leki eða eitthvað sem að eyðileggja húsið en frekar? Algjörn forgang. Það líka bara svolítið að njóta þess að vera til og samt alltaf kannski pínulítið að vinna í þessu. Fara bara pínulítið áfram í einu, alltaf eitthvað. Þá fær maður oft mjög góða.